Hjördís í hávörn og út. Þetta var bara löng og skemmtilega skorpa. Það var hörku sóknir og vel varist í golfinu. Já, bæði lið að verja fullt af boltum en á sama tíma ekki að ná að spila alveg nægilega vel úr gratisboltunum. Matthildur heldur áfram að gefa upp. Þessi bara beint í golf. Datt rétt fyrir innan línuna. Þessi var bara langt inn. Og Matthildur aftur. Tekur svona hopp, flott uppgjöf. Það er láða að leysa þetta. Og það er lauma Hjördís verið þetta. Birta setja hann yfir. Slatjana. Góð vörn hjá Steininni. Það eru hörku lávarnir. Hérna voru það alveg... Já, miskilningur hérna var uppspiljarinn í golfinu. Og það vantaði hérna samskipti á milli þeirra uppfinn netti hvor ætti að taka hann. Þær bökkuðu báðar til að koma inn í sóknina. 18-13 fyrir Ölsung. Matthildur enn í uppgjöf. Fyrir Háká fyrir ekki. Þessi fór aftur fyrir. Og Slattina fer í uppgjöfina. Hún sótti nokkur stig áðan úr uppgjöfareipnum. Vel góð móttaka hana og Elsa skrúar hann yfir. Enn verjast þær og sækja á miðinni. Hjördís með hörkuskell. Jóna Björk náði ekki að verjast þessu. En það var engin hávörn til þess að verja hana. Birta Rós komin í uppgjöfaritinn. Fín móttaka. Þetta fór aldrei yfir netið. Birta Rós er einnig að fara með landsliðinu til Ítalíu. Það eru þarna nokkrar á vellinum. Og þessi bara rétt skreiði við netið. Það átti ekki miklu hana. Jæja. Þar voru það stöðvar á miðjunni. Hanna María með fína blokk en hún er öflugur hávarnarleikmaður. Og Völsungur tekur seinna leiklið sitt í fyrstu rinnunni í stöðunni 14-21. Það þurfa eitthvað að stilla örlítið betur saman strengina. Já, þeim er ekki alveg að ganga nægilega vel að byggja upp sóknir. Nei, það hafa reynt mikið að sækja á miðjunni og verið með hátt uppspil þar. Þannig að hávörnin hefur tíma til að stilla sig af og vörnin þar fyrir aftan. Þá voru að sjá hvort að Háká sigli þessari hrinu ekki í höfn. Birta Rós er enn að gefa. Nei, þarna kom seinna þjálfarastigið með Bjarna Páli. En hann er þá búið með þau, hann fær ekki fleiri slík í þessari hrinu. Nei, og hann er þá orðinn stigahæsti leikmaður Völsungs. Já, það er skipt þessu hérna til að jafta milli sín. 2 stig hérna 4 stúlkur. Frábær móttaka í Háká en spilaði ekki alveg nægilega gott á miðjuna. Nei, annarkvort var það of lágt eða bara ekki nógu langt. Það er jafnir bæði. Þórunn komin í uppgjöfaritinn. Setur hún á langan. Þær voru með þetta alveg á hreinu í móttökunni. Hjördís fer í uppgjöfuna, hún er með hörku uppgjafir. Hún er nú ekki að taka stökku uppgjafi núna en þær eru
virkilega öflugar hjá henni og ég hraðamældi hana einu sinni og það var vel yfir 80 km hraða sem að þær náðu. Sjáum að Slatjana, hún eitthvað ósátt við þessa HR. Já. Ef HK vill meina að hún hafi gripið boltan. Hanna María dansar svona á línunni með þetta. Það dettur svona stundum inn í lóan hjá henni boltinn þegar hún tekur þessa hreyfingu. Þessi var aftur fyrir líka. Já, Hjördísi, Ágústa fer í uppgjöfuna 23-17 fyrir HK. Þær að taka þessa hreinu. Það er eitthvað mikið að gerast ef að Völsungur ætlar að snúa taflinu við. Elsa hittir hennan bolt ekki nægilega vel. Þetta var flýtur hann út. Það var ágætis uppgjöf. Já, þær að pressa uppgjöfurnar svolítið aftur á völlinn og bæði lið reyndar og að missa stundum sumaboltana og langt. Aftur fín vóttaka, sjá hvað Elsa gerir núna. Tók aðeins af þessu spasi, skrúaði það niður. Þetta aftur 4 eða eitthvað, nei. Ekki vildi ég meina það. Hjördís úr afturlínu, slæðir hennan í netið. Já, þessi bolti fór sannarlega ekki yfir strengin hann hjá Völsungi en ekkert dæmt. Það eru aðeins að ná að minnka niður munninn. Já, það getur verið hérna öflugt fyrir að enda þessa hrinu vel, koma að krafti inn í næstu. Aftur sækir Elsa. Þessi bara laus og hnitmiðaður. Þessi var bara í opna svæðið. Það þarf ekkert alltaf að hnykkla vöðvana í þessu. Og Elsa fer sjálf í uppgjöfuna og getur klárað leikinn eða klárað þessa hrinu, myndi ég. Hún hoppar en flott móttaka þarna, missa þetta reyndar svolítið nálægt og misskilningur þarna hjá þeim, klaufalegt. Já, náðu ekki alveg að tala saman. 25-19. Já. HK tók þessa hrinu. Má segja nokkuð örugglega svona undir lokin en hún var jöfn framan af. Já. Það sást þarna bara nokkur munur á liðunum. Svona stöðuleikin var aðeins meiri öðrum megin. Gerðu hlutina bara þægilega. Já, þær gerðu bara það sem það þurfti að gera. Sjáum að Hjördís stigaðist í fyrstu hrinu með 7 stig. 5 úr sókn. Og svo komaður 4 með 2 stig á haus. Hjá Völsung. Og þjálfarinn með 2 líka. Og þjálfarinn með 2. Þannig að þetta skiptist jafnt. En eins og við ræddum á þá þurfa þær að koma Slatjunu í miklu meira stöð. Já, hún virkaði frekar róleg. En það reyndar settu mikið á miðjuna. Það fóru óvunni margir boltar svona miðað við blakleik á miðjuna. Já. Og með Hönnu Maríu hinum megin þá kannski er gáfulegt að finna aðra möguleika. Það kannski ekki ávísun á mörg stig að reyna að sækja á hana. Nei. Það er rætt að reyna að sækja á kantana frekar. Sjáum hvort það breyti eitthvað til í annari hrinu. En farið svo að Völsungur vinni þennan leik þá spila liðin Oddaleik á mánudaginn kemur. Já. Í Fagrálundi. Já. Sigurliðið úr þessu MV mætir svo Þróttinnes. Það er verður andstæðingur sem býður eftir þeim sigurvegaranum hérna úr þessum leik. Já, það er bíða þolinmóðar eftir sínum andstæðing fyrir austan. Það er æfa sennilega stíft og kannski er að huga að páskastekinni. Það fá langt frí eftir bikarinn. Næsti leikur í úrslitakeppninni er
leikur Káa og Stjörnunar en hann fer fram í Naustaskóla á Akureyri. Káa höllin var upptekin en þar er að fara fram handboltaleikur held ég á sama tíma, þannig að leikurinn var farður í Naustaskóla. Káa menn skiptu þjálfara í dag. Lorenzo Ciccioni hætti störfum og Filip Česvik tók við. Það verður fróðlegt að sjá hvað það gerir fyrir Káa-liðið. En HK eru mættar hér. Edda Björk í uppgjöfinni. Fín uppgjöf og skellur út. Var ekki gott að sjá það héðan frá hvort að boltinn snerti ykkur á neglur hérna. Það var nú ekki mikið meira en það ef það var eitthvað. Og flaut út. Aftur góð uppgjöf hana hjá Eddu. Fín barátta hérna. Þessi hára aftur. Og Mathildur. Slatjan hann ekki að stöða hana. Þarna sóttu þær aftur snöggt. Völsungsliðið var kannski ekki mætt í vörnina almennilega. Þær voru búin að hlaupa eftir boltanum hann áðan. Það var að gera að sækja snöggt á meðan að liðið aðeins á hælunum. Já, þarna sjáum við bara munin á gratisboltanum hjá liðunum. Hvernig það ná að byggja upp sóknarleikin eftir svona lausa bolta yfir. Sækjar hatt. Og þarna kom Ás hjá Eddu. Það byrja mun betur þessar hinu. Og Slatjana, hún skorar hann gott stig hefni sína á Mathildi. Og fer svo sjálf í uppgjöfina. Fín uppgjöf hana. Góð sóknar á Hjöldísi, hún sækir hérna þéttingsfast. Menn selja sig grimt. Það er ekkert gefið eftir. Varamannabekknum bara skipti í tvennt eins og Móses gerði hérna í Galanda. Og það er Mathildur komin í uppgjafar og þetta eru hörku uppgjafar hjá henni. Það er eiga erfiðleikum með þetta, fasti boltar. Frábær háurn hana. Það blokkaði þetta. Arna Védís komst ekki fram hjá þessum múr. Mathildur gefur aftur upp. Þessi flaut út. Þessi flauta aðeins upp hana í þegar hann var komin yfir og lendi vel fyrir aftan endalínu. 2-5. Þórunn komin í uppgjöfina. Það er tvíslag. Það er fæst ekkert gefins hjá dómurunum í kvöld. Fín mótin hérna hjá Elsu. Hún neglir þessum beint í gólfið. Sýnir hérna kraft sinn. Já, og jafnframt sett hann með á línuna og Endæmi er tvísla. Spilar hann ekki upp með einni hendi þarna? Sennilega betra að dæma mók. Já, það velti fyrir mig hvernig hann getur dæmt tvíslag á þegar maður spila með einni hendi. Það er ýmislegt hægt. Það er svo sem allt hægt í þessari veröld, við vitum það.
og það er sækja miðinni Völsungur, góð vörn hann hjá Eddu og Elsa setur lausan yfir. Flottur bolti skrúar hann niður og fín vörn hjá Völsungunum hann miðjan. Hann á miðinni, það verja þetta ekki. Enn og aftur sést munurinn á þessu lausuboltum, hvernig liðin vinn úr þeim. Völsungur tekur leiklega 8-3. HK stelpur að fara svona nokkuð þægilega af stað. Já, þær er að treysta gripið á leiknum. Völsungur þarf að stíga talsvert betur upp ef það er ætlað að fá eitthvað út úr þessu. Já, það er að berjast vel Já, það er með góða lágvörn og en sóknarleikurinn er bara einfaldlega ekki nógu öflugur. Nei, það er þurfa að fá sína sterkustu menn betur inn í það dæmi. Það er nóg eftir. Birta enn í uppgjöf. Já, þarna fín móttaka og sjá hvað það verður úr því. Rétt út fyrir hornið þarna. Það er ekki að finna þessu opnu svæði sem eru að leita að Völsungsstelpunar. Það eru kannski hræddar við hávörnina hjá HK. Þessi fyrir netið. HK stelpur hafa verið duglegar að skipta inn og út í uppgjónum en lítið möguleika í kvöld. Já, hann getur ekki beint notað hópinn í það. Eini leikmaðurinn sem getur komið inn á til að taka upp er Sigríður Gísladóttir. Frelsi getur megað það ekki. Fínar varnir hérna og Hjördís og slær hennan út, er það ekki? Nei. Línuvörðurinn dæmir hennan inni. Skrítin staðsetning hérna á honum. Spurning. Allavega línurnar myndur rugla mig. Þetta eru sérstaklega hérna megin. Það eru þétt saman þessar línur. Fín móttaka hérna. Það er sækja aftur á miðina. HK þarf að setja lausan yfir og hvað gera Völsungsstelpur núna. Þessi er út. Þessi er út, hérna. Það endæmir línuvörðurinn inn. Ekki sammála Sævarið hana. Nei. Sævar var með nefið alveg ofan í þessu. Sá að þessi var úti. Góð ekki hana hjá Hjördísi. Það er sækja hann yfir og miðjursókn. Góð hávörn hann hjá Kamilu. Hún sækir, uppspilið ekki nægilega gott. Nei, það er svo nálægt og hún laumar. Enn er hún að lauma og Edda gerir eins. Og aftur. Og Hjördís á eftirlínu, þetta er glæsileg sókn. Það er alltaf þannig með uppspilið, ef annar laumar þá vill hinn líka lauma. Já, vill hinn taka þátt í leiknum. Tólf 4. Mikill munur á liðunum núna. Glæsileg hérna í Hjördísi. Það var lúmskubolti. Þessi flaut og svo hrunda niður. Rétt lag yfir netbrúnina. Helga Jóna náði ekki að henda sér í þennan. Það er að gera hérna að vera með smá sínusotn af uppgjöfum hérna og ruggla móttökuliðið í rýminu. En það tókst ekki þetta skiptið. Öflug sókn hérna hjá Völsungi. Arna Védís vann þessa uppgjöf. Fínasta uppgjöf og HK sækir hátt. Elsa þessi lakinn. Hitt hann ekki nægilega vel. Nei. En hinn var hann. Hann hefði kannski farið lengra ef hann hefði hitt hann alveg eins og ætlaði. Þetta stig telur eins og öll önnur. Og jafnvel betra ef eitthvað er.
Og aftur smá heppni þarna. Já, netið liggur, já. Og þetta spila ekki nógu gott. Allt og látt þarna fyrir Hönnu til að sækja. Voru 2 boltar hérna lágu yfir netstrengin en svo þriðji neitaði því. Liðin skiptast á núna að skora stig. Aftur fyrir uppgjöf í netið. Þetta eru ódýr stig. Já. Þetta er ekki gott ef maður er að elta að vera í svona, gera svona mistök. Flott uppgjöf hérna og Sladjan, hún setur lausan yfir. Hjördís nær að verja þetta. Þetta ætlaði að luma og Birta blokkar hennan. Og það er haldið þessu gangandi. Já, sýndi hérna fótboltahæfileika sína á Sladjana. Og frábær vörn hérna á móti Hjördísi og Birta. Það er góð vörn, það eru með fína lágvörn þannig. Nei. Það er lokað hérna á Sladjanu. Já, Völsungstelpur er að verja virkilega vel en bara átt í þeim. Eins og við sögðum áðan, þeim vantar töluvert upp á sóknarleikinn. Ef hann væri jafn öflugur á varnirnar þá væri gaman að sjá til þeirra. Ég sé að Hanna María, hún gefur upp hérna hægra megin á vellinu núna. Yfirleitt er hún vinstra megin, þetta er eitthvað ný taktík. Þarna er hún að reyna að nýta lengdina sem virkar vel hjá henni núna. Sjáum að það er miðjumaður í móttöku hjá Völsungi. Já. Það er alltaf greinilega að nýta það. Telja það að vera veikleika. Slá á hana. Völsungur er ekki með frelsingin inn á í móttöku núna. Jú, hérna nú kom inn. Þarna kom hann allt í hennu, eins og skrattin úr sögðarlegnum. Og gerði vel. Já, fín sókn, þarna á góð sókn. Og sjáum að hún skipti þarna við Kamilu sem lenti í vandræðum áðan. Og Jónu Björk komin í uppgjöf. Þessir út. Full öflug. Full öflug í þessari uppgjöf. Já, ég held að HK sé að sigla þessari hrinu í höfn líka. Og það er þetta sem er uppgjöf og með góðar uppgjöfur áðan. Þessi leikur yfir og fín vörn hana og Matthildur. Först sókn henni að ráða ekki við þetta. Þessi fór upp í áhorfandaskaran. Skipting hjá Völsungi. Leikmaður númer 3, Iðunn, kemur inn á fyrir Ágústu Tryggvað. Hún fyrir þá á kantinn. Einn af þessum ungu og efnilegu hjá Völsungi. Við maður gera að leyfa þeim að spila. HK gerir einni breytingu. Já. Sigríður Gísladóttir kemur inn fyrir Birtu Rós. Einn Ítalíu fari inn á fyrir annan. Þetta í uppgjöf. Og þessi svif út. Það er kannski eitthvað að hitna líka í húsinu og þá vilja þeir oft fara á meira flug heldur en ella. Það er Sladjan að þessu ekki góð. Sem var lúmskur, hann hefði getað dottið hann niður í hornið. Og Hjördís með fast. Fín vörn. Góð vörn hann hjá Sladjanu. Þetta er klaufalegt. Klaufaleg mistök hann í sókninni. Það er Arna Veti sem sló þennan út. (28) Matthildur í uppgjöf. Öflug hérna. Þarna gerur hún betur. Hún hafði að bæta fyrir. Hjördís náði ekki að stöðva hana þarna í hávörninni. Nei, þetta var fastu bolti hjá henni. Og það er Völsungur aðeins að fara að finna fleiri gíra.
Frábær móttaka þarna og það er sækja henn á miðunni. Gott stig þarna hjá Sigriði. Sigurður með hörkuskell. En mikilvægt fyrir Völsung að koma sér í gang fyrir þriðju hrinu eða það er alltaf ekki að klára hennar leik nokkuð auðveldlega. Þetta er búið hjá þeim með þær tapa. Það verða ekki meira með í vetur allavega. Og þessi eru í uppgjöf. Fín móttaka þarna. Og Arna slæðir þetta í antennuna. Í spírurnar eins og þær heita í íslenskri þýðingu á leikreglunum. Já, eða gæsir eða hvað þú vilt kalla þetta. Þetta var allan á stöngin út. Flott móttaka þarna og miðjusókn, Kamila, þetta var alvöru sókn. Þarna gerðu þær virkilega vel, góð tímasetning hjá þeim. Emil er ekki ánægður með þessa H-vörn, vill meina að hún hafi verið eitthvað aðeins skökk færið inn í hana. Já, þarna sóttu þær í gegnum Hönnu sem að hefði átt að vera talin líkleg til að stöðva þetta. Það er ekki alltaf líklegt til árangurs að sækja þær í gegn. En Völsungur skiptir tilbaka og Ágústa kemur aftur inn í uppgjöfina. Einungis til að gefa þennan bolta út. 23-10. Hjördís mætt aftur. Hún heldur sig ennþá við flottið. Flott móttaka, hún laumar hana, þessi bolti, hann er inn. Þeir voru samanlega í þetta skiptið, Sævar og línuvörðurinn. Þessi bolti hefði verið inni. Frábær lauma hana hjá Jónu Björk. Já, hún virðist vita svona hvar leikmennir eru og hvar eru opið svæði. En aftur klikka þær á uppgjöf þó. Þannig að það er til lítils að vera að vinna flott stig að það er svo Henda boltana frá sér. 0 stilt bara í uppgjöfunum. Og Elsa, já, hún ætlar að hoppa. Þetta er frábær móttaka, aftur laumar hún. Glæsilega H-vörn þarna hjá Eddu. En miskilningur hjá Völsungi. Og þar með tók HK 25. stigið og aðra hrinu 25-11. Já, enn og aftur fara þær bara virkilega svona stabilt í gegnum þessa hrinu. Já, það er ekki þurft að fara úr þriðja gírnum. En Völsungur þarf virkilega að fara að gíra þessu upp ef það er alltaf að snúa þessu við. Minnum á að þegar þessi lið mættust í vetur og fór sá leikur 3-2. Þannig að það er ennþá allt opið. Það er allt hægt í þessu. Þetta getur verið fljótt að snúast. Við erum búin að sjá það í ansi mörgum leikjum í vetur í Mizuno-deildinni, kalla og kvenna. Það hefur verið bara mikið skemmtilega leiki í vetur. Já. Og vonandi er hann uppi á plönum það að reyna að fjölga liðum í deildarkeppnunum, í efstu deildunum og vonandi gengur það eftir. Já, það er nauðsynlegt að fá fleiri lið þó að leikirnir verði kannski ekki jafn spennandi og jafnir, þá verða liðin að fá að spila við fleiri andstæðinga. Náttúrulega bara miklu skemmtilegra fyrir liðin að fá fyrir hreyfinguna. Já, þannig að það er að gera að fjölga eins og hægt er. Maður heyrir það svona á liðum út á landi að það er erfitt að halda úti starfi. Og ef það er fá lið þá þarf jafnvel að spila þrefalda ef ekki fjórfalda umferð. Það er eitthvað sem við þurfum að reyna að laga. Hver aðferðin við það er aftur á móti ekki gott að segja. Nei. Hver er best? Sem betur fer ekki okkar höndum að finna þá aðferð.
En við sjáum í vetur að landsbyggðarliðin eru að sópa að sér titlum. Bæði í kalla og kvenna. Það eru báðir titlarnir farinir út á land. Já. Káa kalla megin og Þróttur Nes kvenna megin. Sömu stæðina. Þannig að landsbyggðarliðin eru svo sannarlega að gera gott. Þau eru að gera góða hluti og spila vel úr þeim spilum sem þau hafa. Þannig að það er spurning hvort að þessi minni félög út á landi leiti til þeirra með hvað þau eru að gera. Það er að gera að reyna að finna eða fá uppskriftina. Það er núna nýtt aðeins breytt byrjunarlið hjá HK stúlkum. Sigríður kemur inn á fyrir Birtu á miðjuna. Það sýnist að vera óbreytt hjá heimastúlkum í Völsungi. Það byrja. Og það er gefa þetta í netið. Það byrja bara eins og það enduðu eða gerðu of oft í annar hrinu. Mistökum í uppgjöf. Þá er spurning þriðja hrinan, hvernig hún fer í HK. Þriðja hrinan er oft lykilhrinan, skvölduð. Þessu uppgjöf fer yfir. Það er sækja kantinu, flott sókn hérna. Hár bolti. Hjördís og klokka hérna tók aðeins af þessu. Og aftur setjar hann aftarlega fínasta vörn hérna. Og Hjördís, þennan slæðir hún fastar. Engin snerting. Nei, Hjördís gaf það strax til kynna. Þessi hefði bara siglt beint út. 1-1. Það er Slatjana frábær uppgjöf, henni HK misröndi yfir og þar eru Arna Hjördís mætt. Þarna er betri sóknarleikur hjá heimastúlkum, þær eru meira vakandi þarna. Tilbúnur fyrir netið. Edda er hérna í afturlínunni og mátti ekki hoppa í hávörnina. Já, hún mátti hoppa, það mátti ekki snerta boltan fyrir ofan estrengin. Og það er aftur fyrir hann yfir boltinn. Hvað gerir hann núna? Aftur slær Arna Hjördís og gerir aftur vel. Það byrja betur núna. Það er ákveðnari. Núna er það að nýta betur þessa bolta sem kom yfir. Já. Og hérna óhrættar við að slá. Það þýðir ekkert annað. Það er ekki hægt að vinna Blacklick með að spila bara vörn. Þarna er betri móttaka hjá HK. Spila aðeins svo langt út. Allt og laus bolti hérna hjá Völsung og Sigríður, hún slær hennan í netið. Það er ekki alveg kannski að finna miðjurnar í uppspilinu ennþá. Nei. Þetta uppspilari hjá HK, hún er svona kannski með á full lága. 4-1. Fín móttaka þarna, þessu svolítið nálægt. Elsa gerir vel þarna, laumar þessum í aukt svæði. Slatjana var ekki ánægð með þetta. Það er Sigríður Gísladóttir sem fyrir uppgjöf. Hún er með svipaðan uppgjöfstíl og hanna. Smá dans þarna fyrir uppgjöfuna. Þetta er góð uppgjöf. Þarna setur hann lausan yfir, fín vörn þarna. Hann er góð miðjubolti. Þarna var hann nægilega hár fyrir Hönnu til þess að láta hann vaða. Völsungur enn yfir, 4-3. Tækifæri til að jafna núna. Fín uppgjöf og góð móttaka hana. Aftur á miðjuna, já. Þarna. Þetta ekki vakandi í vörninni. Nei, var hann aðeins á hælunum. Þórún sækir þetta stig. Það eru enn að spila frekar hátt. Maður sé svolítið af þessu í vetur. Þetta hefur verið á Stjörnunni líka. Hátt uppspil á miðju. Svona herra heldur en maður er vanur alla jafna. Og Elsa. Góð vörn hana. Ákveði smá vandræðum hana. Elsa laumar. Hún nær þessu, Jóna Björk. Hún stýrði hendinni bara hann eftir gólfinu. Nei. Hanna setur hennan
þéttingslausan yfir, en það er nóg. Það var nóg og Arna Védís var hann að sá hann var að bakka, það er erfitt að taka boltan þegar maður er að bakka. Það er betur að stoppa þó maður sé ekki rétt staðsettur. Flott móttaka hérna hjá Slatjunu og En það sækir sækir á hann á miðjunni. miðjuna. Fín blokk hérna hjá hennu. Þetta spila ekki nógu gott. Nei, þessi fór sennilega í spíruna. Sævar flautaði boltan út. Hjördís enn í uppgjörritnum. 5-5, það er búin að jafna. Það er nefnilega með HK sko, það er ná að vinna vel úr vörninni og spila bara upp í sókn. Þannig að Völsungur kannski nær því ekki eins vel og nær því ekki að sækja eins mikið úr svona gratisboltum. Já, það er sennilega bara munurinn í kvöld. Þannig að sjáum við það. Það er ekki að koma sóknir úr gratisboltunum. Þarna kom góð sókn. En HK með þetta Hávörn. Hann er í stuði núna. Völsungur tekur leikhlé. Bjarni Páll tekur leikhlé. Þetta er nú aðeins betra hjá Völsungi núna. Já, þetta er svona líkara því sem var í byrjun fyrstur hinnu. En það vantar ennþá meira til. Bjarni Páll hann miðlar að reynslu sinni. Hann lærði allt sem hann kann á Laugavatni. Fyrst í menntaskólanum og svo í íþróttakennaraskólanum. Kenndi meðal annars Blakval í menntaskólanum. Með fyrrum unglingalandsliðsmanni Magnúsi Víði Guðmundsssyni í Hrunamönnum. Hjördís í uppgjöf. Og ennur ferrar á miðjuna. Og það skora Kamila. Setti þennan til hliðar við á hávörnina. Mikka munin niður í 1 stig. Flott uppgjör þarna. Hjördís með hörkuskell. Arna Védís og Elsa. En leitar hún að línunni en þessir út. Sneri sér aðeins svo mikið. Togaði boltan hann út fyrir völlin. 7-7. Misskilningur þarna hjá Eddu og Marju. Missa þennan í gólfið. Það er ekki að ná nógu góðum sóknum núna HK-stelpur. Þetta er að þurfa að hlaupa svolítið núna til þess að ná í boltan og spila upp. Þarna ættu nú að geta nýtt sér þetta, já. Þessi nú út sennilega. Sildi aðeins út fyrir, já. En einhver síður fín sókn. Það er bara aðeins að Hanna María myndi nota úliðinn. 9-7, það eru búin að setja hvað núna? 4 stig í röð Völsungur. Næ, og það eru eitthvað vandræðum hann með móttökuna hjá HK. Flottar sókn hérna hjá Örnu. Það nýta sér það. 5. stigið í röð. Góð pressa frá þeim núna. Já, Matthildur með fína móttöku að það. Hjördís. Hjördís á aftarlínunni. Og hann sækjar á miðina. Já. Hanna stoppar þetta. Og aftur stoppar á þetta en ekki alveg nógu vel. En þessi fer í gólf. Elsa nær þessi ekki.
Allt annað að sjá sóknarleik Völsungs Já, núna í þriðju hreinu. það eru óhrættar, það er bara að slá boltan. Enda það eina rétta í stöðinni. Sjáum líka bara munin á uppgjónum hjá þeim. Gera færri mistök. Já, það var boltan lifandi, já. Góð vörn þarna hjá Maríu. Elsa spilar upp á Hjördísi. Og Jónabjörg misti þennan yfirnettið og út fyrir völlinn. Hákon náði þá að stoppa þessa uppgjafi hreinu. Það var góð sirpa hjá heimastúlkum. Já, nú fara þær bara að halda áfram á þessari braut. Til að taka þessa hreinu. Það sækja mikið á Örnu núna. Já, þetta var hann með skyndisókn. Og Hanna kemur hann á miðuna. Kemur. Og það er net. Fín hreyfing hann á sókninni. Já, þetta er sem hvað önnur að þriðja netstertingin í leiknum. Það er ekkert verið að flækjast svo mikið þar. Elsa er enn í uppgjafareiknum, búin að taka 2 stig núna að háka á. Martildur setur hann í hóðnið. Settar hann á milli stöðu 5 og 6. Það er oft gatt þar á milli. Öll vinnan sjá Völsungi farin fyrir bí í bili. Háka búin saksa á. Minka munin í 1 stig. Hvað gera þær? Já. Arna slæðir hennan út, óheppinn. Að gera slá þetta. Þessi var örugglega ekki mjög langt út fyrir. Það er Elsa sem er í uppgjöfinni. Þessi stödd lekur yfir. Þetta eru óþólandi uppgjafir, en það er gott að skora þær. Þetta eru sætustu stigin. Sumir hafa fengið svona uppgjafir lendar í höfuðið á sér. Önnur fínu uppgjöfna Elsu og Arna sækir. Það er verið þetta. Elsa úr afturlínni. Það er skorast í þarna. Vörnin hjá Völsungi komin framalega. Full framalega. Vel gert hjá Hjördísi. Háká konar í 13-11. Búin að vinna upp þennan mun. Já. Það eru búin að vinna hvað núna? Frábær uppgjöf þarna. 7 stig í röð. Þá er Bjarnabálun óboðið. Já, þetta var 7. stigið. 7. stigið. Sjáum að Elsa er farin að gefa upp standandi. Hún er hægt að hoppa. Og það reynist mjög vel. Það er ráða illa við þetta. Þetta var annar ásinn hjá Elsu í leiknum. Núna þurfa Völsungur að passa að missa ekki langt frá sér. Nei, það þurfa að reyna að skrúa fyrir lekan. Fá góða sókn. Bjarni búið með bæði leikliðin sín í þessari hreinu. Hann getur ekkert gert meira nema að nýta kannski skiptingarnar. Elsa er ákveðin hana í uppgjöfinni. Slatti hann að gera þetta vel og þær sækja á miðunni enn og aftur. Og Edda laumar. Já. Þær verja þetta. En aðrar er ekki nógu vakandi. Nei, hún fór ekki nógu neðarlega. Náðu ekki komast undir boltan til að lyfta honum. Elsa heldur áfram að gefa upp. Þessi er út. Þessi sildi út. Nú þarf Völsungur að fá aðra góða skorpu eins og áðan. Þurfa þær að fá, já.
og það Arna sem gefur upp. Fín uppgjöf þarna. Fín uppgjöf, það hefur átt aðeins erfiðleikum í móttökunni HK-stúlkur. Það var svo sem oft unnið vel úr því en það svona eins og það ekki alveg í stuðinu, byttu nú við. Röng uppstilling. Elsa stóð á vitlausum stað, viðurkynni það fúslega. Já, hún klikkaði líka á þessu fyrsta leiknum. Já, þar var annar röskur dómari sem kom auðvitað á það. Jú, þessi uppgjöf netið. Misti þennan aðeins frá sér í uppkastinu. Takka Pent fyrir þetta stig. 16-14, það náðu aðeins að saxa fórskotið hana og Hanna María mætt og hún heldur sig hægra megin. Uppgjöf á reitnum. Getið smúttakar nú þá bara allandin. Nei. Sérna setur fullt power í þetta en slæðir hann langt út. Já. Hún svolítið óþolinmóð. Vann boltan svolítið fyrir aftan sig. Það var erfitt fyrir hann að reyna að slá hann niður. 17-14. Hanna María í uppgjöf. Heldur áfram að gefa stöð 1. Þessi uppgjöf er góð. Þar missa þetta yfir og þar Sigríður mætt. Fín lágvörð þarna, lásið þetta. Og það verja þetta í vörðinu enn og aftur eru aðrar ekki á tánum. Nei, fyrsta vörðin er oft góð hjá þeim en svo vantar aðeins annað tempó. Tíminn er að renna út hjá Völsungi. Já, það verða að reyna að stöðva þessa blæðingu. Já, Hanna María steig hérna á línuna. Uppgjöfinni, hætti sér full nálagt eldinum hana. Eitthvað að benda hana, hvort hann haldið farið línu vilt. Kamila. Nei, þær eru búin að vera svolítið hraustar í annarkvort og hraustar eða setja í nettið í kvöld. Það eru full margar uppgjafir farið fórgóðum hjá Völsungi. Þó er náttúrulega verða að reyna að pressa, þá verða náttúrulega að reyna að gefa vörninni líka tækifæri til að verjast og finna stig. Þetta er hérna hörkuskell. Miðjuna. Emil langaði að vera með í þessari skorpu. Hann vil klára þennan leik eins fljótt og hægt er. Spara eins mikla orku og hægt er. Aftur gefa þær út. Maður er bara búinn að missa tölu á uppgjöfunum sem hafa klikkað hjá þeim. Já, þetta er allt og mörg stig. Það er ekki efn á því að gefa HK stiginn. Þeir verða að láta þær vinna fyrir því. Það er ekki skorið nema 3 ása, þannig að þetta er ekki áhættuna virði en þarna kemur frábær uppgjöf hjá HK. Matthildur Einarsdóttir með gott stig þarna. Annar ásinn hennar. En þessa missur hún út. Það kom ykkur styrkur frá Karli föðurinnar í öxlina. Misti boltan aftur fyrir. Slatjana mætti í uppgjafritin. Hún verður núna að gera eitthvað róttækt. Fín uppgjaf hérna, já. Það verjast vel hérna HK-stelpunar. Og Elsa. Aftur er hún ekki alveg að hitta í slagið. (21 átján) fyrir HK. Nú þarf Slatjana að taka svona 2-3 stig til þess að koma Völsung-stelpum inn í leikinn. Þetta er mér dómarinn tvísla. Maður sá þetta reyndar ekki alveg nákvæmlega slagið en það virtist nú ekki vera alveg hreint það sem maður sá.
19-21. Frábær Net. móttaka, svolítið nálægt. Já. Þetta hoppaði þarna í netið. En hún í afturlínunni og má ekki setja boltan yfir, þannig að hún átti svo sem ekki mannað að ræða hjá henni. Nei. En þær komust nær þeim. Nú þurfa þær bara að stoppa Sigríði strax. En hún náði hvað, 2-3 rökkjum í röð þarna áðan og það myndi duga til sigurs núna ef hún tæki aðra skorpu. Álíka. Flott móttaka þarna og þær sækja miðjuna. Hanna María vakandi þarna og þessi svolítið nálægt. Já. Og endaði með tvísla að þeir ætla að halda þessari línu. Það alveg harðir á því. Út í gegn. 23, 22 stig í viðbót og HK getur fara að bóka miða til Neskaupstaðar. Glæsileg uppgjöf þarna. 24, 20. 1 stig í viðbót og þar fara í gegnum 9 ganginn. Stuttur í netið, já, og þær halda þessu á lífi, já, koma þessu yfir. Og kemur hann á miðjuna. Og Hanna, hún klárar þetta. Frábært stig hann hjá HK. 25-20. Það rutt af aðeins meira fyrir þessari sinu. Já, en heilt yfir árauslulaus kannski sigur HK stelpna. Árangus hérna lítill allavega. Já, 19, 25, 11 og svo 20. Þær geta farið sáttar heim með 3-0 sigur. Að norðan. Völsungur komnar í sumarfrí. Já, í bili. En það býður HK verður andstæðingur. Það getur orðið hörkurima í undanúrslitum. Það þá fara að verða þrír sigurleikir sem þarf til að komast í úrslitaleikin. Fjölgar 1. Þessar umferðir eru bara 2. Já, svona rétt í lokin ef við rennum aðeins yfir stigaskorið. Stigahæsti liði HK Hjördís Eiríksdóttir með 13 stig. Stigahæsti liði Völsungs Arna Védís Bjarnadóttir með 7 stig. Átti virkilega fína leik. Já, hún fekk líka marga bolta. Hún náði að skila sínu. Við minnum á leikinn á morgun. K.A. Stjarnan í kvennaflokki klukkan 20. Frá Naustaskóla fyrir þá sem eru fyrir norðan. Einni í beinni hérna á Sport TV. Já, að sjálfsögðu. Við þökkum fyrir okkur í kvöld. Verið sæl. Nýjar vörur, Under Armour kringlunni, Altis Bæjarhrauni, altis.is. Your father's gone. You could pick up where he left off. There's an organization looking to start a global genocide. Oh, that's not gonna happen. Now I see the likeness. Recklessness. I'm not a superhero. Tomb Raider, frumsýnd 16. mars. Verslunartækni. Allt fyrir verslanir, vöruhús og lager. Verslunartækni, Draghálsi 4. Það ekki margir sem vita það,
en BKI stendur fyrir brasilískan kaffiinnflutning. Því að ástríða okkar fyrir kaffi hefur rætur að rekja til Brasilíu. BKI, hágæða kaffi á betra verði. Regis býður upp á nútímalega skrifstofu aðstöðu frá 39.990 á mánuði eða aðeins 1.330 krónur á dag á 6 stöðum á Íslandi í 120 löndum. Eitt verð og allt innifalið. Regis.is